Komið sæl, þetta kvöld númer 2 hjá okkur. Gæri vorum við að tala svona helgidómsþjónustuna, þessa helstu musteri sem að Ísraelsmenn reistu. Það var náttúrulega tjaldbúðin í eyðimörkinni og svo musteri Salómons og svo musteri sem var reist eftir útleðinguna í Babylon. Nú langar mig að líta á þetta frá svolítið öðru sjónarhorni. Og ég kalla þetta Jesús í hátíðum gyðinga. Nú við lesum það í Biblíunni að eftir að Kristur reisi frá dauðum, þá gekk hann niður veginn frá Jerúsalem með 2 lærisveinana. En þeir þekktu hann ekki, vissu ekkert hvað þetta var. Munið til því. Og það sögðu frá því hversu niðurbrotnir þeir væru yfir því að Messías hefði verið tekinn af lífi og lík hans var horfið. Vissi ekki hvað hann var, niður kominn. Og þeir voru niðurbrotnir út af þessu öllu saman. Og hann sagði við þá, ó þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlegði fyrir þeim það sem hann er í öllum ritningunum. Og Jesús sagði, því að rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist eiga eilíft líf, en það eru þær sem vitna mig. Og alla ritningarnar segja okkur eitthvað Jesú. Nú það ekki aðeins það að mismunandi tákn vísa til Jesú. Hann brauðið, hann dyrnar, hann hirðirinn, hann lambið, hann kletturinn og ég geti haldið áfram. En hann líka opinberaður í tíma og árstíðum, ekki bara í hlutum. Og við lifum í tíma og Kristur var opinberaður í þessari áætlun dagatals gyðinga. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt viðfangsefni vegna þess að Biblían segir í Predikaranum 3. kafla að allt hafi sinn tíma. Og Kristur hann opinberaður á þessum mismunandi tímum. Og bara til að gefa þér hugmynd hversu mikilvægt þessi kennsla hátíðir gyðinga í lífi Krists, skaltu íhuga þetta eitt augnablik. Það er í fyrsta skipti sem við lesum Jesú í Biblíunni, þá var hann 12 ára að taka þátt í hátíð. Og ein af þessum 7 helstu hátíðum gyðinga. Og síðasta skiptið sem Kristur talar fyrir dauða sinn hann á annarri hátíð. Að hann kemur fyrst fram á hátíð og hann deyr á hátíð. Og reyndar eftir því sem við komumst næst á fæddist Kristur einnig einhver staður í kringum lúðrahátíðina og eins og við vitum þá dó hann á páskahátíðinni. Þannig að allt líf hans var á einhvern hátt merkt af einhverri guðlegri forsjón, hátíðum gyðinga. Og svo ég held að þetta sé mjög uppbyggjandi rannsókn fyrir okkur, ekki bara það að fyrsta kraftaverk Jesú, hvar var það? Það var að breyta vatni í vín og það í brúðkaupsveislu. Svo mikið af því sem Jesús gerði var í tengslum við þessar hátíðir, brúðkaup var vissulega hátíð sem var stoppsett í aldingarðinum Eden. Og það svo oft í Biblíunni sem við lesum það og við veitum því ofta ekki athygli. Og það var ekki bara það sem hann gerði, það var þegar hann gerði það sem hann gerði, sem hafði gríðarlega þýðingu fyrir gyðinga. Nú ættum við ekki aðeins að reyna að skoða skugga Gamla testamentisins og veruleika Krists í Nýja testamentinu. Ég vil að við hugsum hvað gerum við með þessari hátíðir í dag. Og það eru nokkrir mjög einlægir ákafir kristnir menn sem trúa því að við ættum að halda hátíðarnar á sama hátt og gyðinga gerðu. Og svo eru þeir sem halda að þær hafi einfaldlega verið fyrir gyðinga og þegar Kristur kom þá skiptir þetta ekki lengur neinu máli. Og kannski á milli þessara tveggja auka munum við komast að því hvernig við getum tengst þessum áberandi hátíðum gyðinga. Nú áður en við höldum áfram þá þarf ég að útskýra eitt.
að ein ástæða þess að fólk ruglar stundum þegar við tölum hátíðir gyðinga að það svo að þeir hafa 2 dagatöl sem skarast hvort öðru, sem voru ólík og aðgreind. Þeir voru með borgarlegt dagatal sem hófst haustið í kringum september og síðan höfðu þeir helgidagatal og það hófst vorið með 9 tungli fyrir páskana. 6 mánuðir voru á milli þessara 2 dagatala Ísraelsmanna. Þú veist til dæmis þegar Móses að segja frá Nóa og segir að í þessu mánuði féll rigningin og í þessu mánuði sást til lands og svo framvegis. Það var ekki hið trúarlega dagatal. Það var ekki einu sinni komið til sögunar ennþá á þeim tíma. Þetta var borgarlega dagatalið. Og þeir var gefið nýtt dagatal sem hófst eftir að þeir fóru frá Egyptalandi. Nú hafðu það líka í huga að stærstur hluti heimsins núna að við erum undir áhrifum gregoríska tímatalsins. Það rómverskt dagatal og við köllum það gregoríska dagatali vegna þess að Gregori páfi gaf út tilskipunum að þeir ættu að gera breytingar þannig að við höfum 365 daga, auk eins ef það hlaupár, svo að dagar okkar og dagatal passið sama fullkomlega með snúningi í jarðar í kringum sólina. Og dagatalið okkar ræðst að því að jörðin snýst sólina, en dagatal gyðinga var tungdagatal, mjög frábrugðið í hugsun. Og við hugsum hvernig jörðin hreyfist í kringum sólina og við erum að hreyfa okkur í kringum ljósið og það ræður tímatalinu, en hjá gyðingu var ljósið, það var það sem hreyfðist jörðina, þannig að þetta gjör ólíkt. Þeir hefðu 360 daga á ári, en það eru 12,4 tunglmánuðir á sólarári. Þannig við getum spurt, riðlast það ekki hátíðunum úr stað? Gyðingar gátu gert sér grein fyrir þessu og þeir bættu þetta upp með því að bæta við auka mánuði sem var kallaður annar abíb. Það var auka mánuður sem bættist við til að bæta upp hvenær sem þeir fóru eða voru að komast 30 daga úr skorðum. Og gyðinga mánuðurnir mörkuðust af tunglinu. Og nýtt tungl var hátíð fyrir þá. Reyndar eins og við gerum okkur grein fyrir þá orðið tungl og mánuður sama merkingin í því. Máni og tungl. Mánuðir okkar hafa hins vegar allir verið ruglaðir af Rómverjum, en áður voru þeir byggðir á tunglinu. Og Júlíus og Ágústus nefndu mánuði eftir sjálfum sér. Október átti að vera 8. mánuðurinn, en hann 10. mánuðurinn. Marka má nafnið á mánuðinum, eins og desember ætti að vera 10. mánuðurinn ef við skoðum nafnið, en það 12. mánuðurinn, en þetta hefur eitthvað allt ruglast hjá þeim. Og við mögum þakka Sesars fyrir það. En allavega dagatal gyðinga, það hafði góða aðferð við þetta. 360 í raun góð tala til útreikninga. Því að hversu marga gráður í hring, það eru 360 gráður. Og þeir voru afburða stærðfræðingar og það talan sem þeir notuðu fyrir dagatal sitt fyrir árið. Það skipti þessu upp í þessa tunglmánuði. Nú eftir að hafa sagt það, langar mig að gefa þér stutta mynd af því hvernig 7 helstu hátíðir gyðingar eru. Og við erum að kynna okkur allar hátíðir gyðinga. Við erum ekki að því, því að það voru miklu fleiri heldur en 7. Þeir hafa bætt nokkrum við á síðari tímabilum, eins og því að kannski heyrt talað Hanúka. En það hátíð sem var til á tímabilinu milli Malaki og Nýja testamentisins. Ekkert fjallað það í Biblíunni. Og í Esterarbók önnur sem heitir Púrim, þar sem þeir myndu fagna sigri sínum yfir ofsækjandi sínum í Persíu, sem vildu tortíma þeim. En ef þú lítur í 3. Mósebók 23. kafla, myndu finna fyrstu hátíðirnar. Og taktu til því að hann byrjar í versi 1 og segir:
Drottinn talaði við Móse og sagði, mæl þú til Ísraelsmanna og segðu þá, löghátíðir Drottins eru þér skuli boða sem helgar samkomur, þessar eru löghátíðir mínar. Og þú tekur eftir að hann segir ekki löghátíðir gyðinga, þetta eru hátíðir Guðs. Og svo segir hann, 6 daga skal verk vinna, en 7. daginn skal vera helgi hvíld helg samkoma. Samkoma þýðir bara að boða til samveru. Og sumir segja að við höldum bara hvíldardaginn með því að vera heima í tjaldinu okkar. En það er ekki það sem Biblían kallaði það. Við eigum að koma saman. Og ef þú ert bara heima og hangir nema þú sitt veikur, þá er það ekki að halda hvíldardaginn. Við eigum að safna saman og tilbiðja Guð. Og þér skuluð ekkert verk vinna, það er hvíldardagur Drottins. Ekki hvíldardagur gyðinga og í öllum bústöðum yðar. En nú er hvíldardagurinn vikulega. Fyrst setur Guð forgang hins helgasta dags þegar hann nefnir 7. daginn, hvíldardaginn. Og síðan í 4. versi segir hann, og þá erum við komin í þessar aðrar hátíðir og taki eftir hvernig hann orðar það. Þessar eru löghátíðir Drottins, helgar samkomur ef þið skuluð boða hverja á sínu tíma. Nú það byrjar með páskunum og í upphafi annarrar Mósebókar 12. kafla segir Móse við þá, þessi mánuður skal vera upphafsmánuður hjá yður. Þeir vissu að þetta yrði nýtt aðskilið dagatal sem myndi skarast við venjulegt dagatal. Nú við sjáum þetta í mörgum fyrirtækjum, það er notast við fjárhagsdagatal og sem líkur á öðrum tíma en þetta hefðbundna og skólar eru með skóladagatal og klárast í júní og sumum fjárhagsdagatölum líkur og byrjar í september og þetta skarast við þetta hefðbundna dagatal okkar. Þannig að gyðingar þeir skildu að það voru 2 aðskilin dagatöl sem skarast. Þeir höfðu sitt borgarlega og sitt heilaga. Og nýtt heilagt dagatal kom til sögunar eftir brottförin á Egyptalandi. Þeir áttu að marka upphaf sitt sem þjóð þá. Og þeir voru aðeins 7 í upphafi í Egyptalandi, og það er ekki þjóð. En þegar þeir komu frá Egyptalandi sem þjóð, frjáls, og þú fengur þér nýtt dagatal sem við átt að minna það á hjálpræði þeirra frá þrælahaldi. Svo allt dagatalið og allar þessar hátíðir minna okkur á hvað? Frelsun okkar frá þrældómi syndarinnar og djöflinu. Það byrjaði með 9 tungli í byrjun mánaðarins, Nissan eða Abib eftir því hvort það var hlaupár. Og 14 dögum eftir nýtt tungl áttu þeir að fórna páskalambinu. Nú ef tunglhringurinn er 28 dagar og þú byrjaði með nýtt tungl þýðir að himinin er svartur og þú getur ekki séð tunglið og þú ferð áfram 14 daga, hvernig lítur tunglið út á þeim tímapunkti? Þá er það fullt tungl. Á páskunum þá er fullt tungl. Og í Opinberunarbókinni 12. kafla lesum við konu sem stendur á tunglinu. Og tungli táknar spádóma og kenningar Gamla testamentisins. Jesús, hann dó á bjartasta tíma allra þessara kenninga. Hann var fyrirmyndin, hann var uppfylling allra Messiasar kenninga Gamla testamentisins og lést á bjartasta tíma þess. Þetta benti allt til hans. Svo til að byrja með þá höfum við páskahátíðina, eða Passover eins og hún er kölluð á ensku, fyrsta hátíðin, 1 dagur. Og síðan er það ósýrt brauð sem var 7 daga hátíð. Síðan er það frumskeran, eða first fruits, eins og það segir á ensku, 1 dagur. Og þessar fyrstu 3 hátíðir féllu að nokkur leyti á sama tíma. Þær voru kallaðar vorhátíðir. En þetta var við upphaf ársins samkvæmt þeirra trúarlega dagatali. Síðan höfum við hvítasununa eða Pentakost eða eins og var kölluð í Gamla testamentinu, þá var það hún var kölluð viknahátíðin. Og þeir töldu 7 vikur frá frumskerunni
og næsta dag var viknahátíðin sem sagt 7 × 7 + 1 eru 50. Þannig að 50 dögum eftir frumskeruna hvítasunna eða viknahátíðin eins og það kölluð hana. Og síðan það lúðrahátíðin, friðþægingadagurinn og laufskalahátíðin. Þú hefur hausthátíðir 5, 6 og 7. 2 hópar af 3 hátíðum. Það voru 3 hátíðir sem kallað voru pílagrímshátíðir. Pílagrímshátíðir sem þeir þurftu að safnast saman, koma á öllum áttum og safnast saman. Og allir gyðingar þurftu á árinu að koma á staðinn sem Guð hafði tilnefnt fram fyrir drottni og safnast saman og tilbiðja hann. Þeir áttu að vera pílagrímar og koma og tilbiðja Guð við þessar hátíðir. Nú þessar 3 pílagríma hátíðir voru páskar, hvítasunna og laufskálahátíðin. Þannig að þeir áttu að koma fram fyrir drottin á þessum 3 hátíðum. Hér vildi ég bara varpa þessu upp þannig að þið hafi einhverja mynd af þessu í huga þér. Þannig að við áttum okkur betur á svona heildar yfirsýni við þessar 7 hátíðir sem eru í dagatalinu hjá Ísraelsmönnum. Nú byrjum á þeirri fyrstu, páskum eða passover. Páskarnir hófust að sjálfsögðu þegar Ísraelsmenn voru frelsaðir úr þrældómi Egyptalands. Það var 10. plágan. Það var sá tími þegar þeir sem ekki höfðu blóð lambsins á dyrastaf hússins, frumburður þeirra myndi deyja í þeirri fjölskyldu. Engill dómsins sem kom úr Egyptalandi var þessi síðasta plága. Öllum gyðinga fjölskyldum var sagt að slátra lambi og ferð þeirra til frelsis hófst með fórn lambsins. Og hvað heldur að lambi tákni? Hvert fyrsta skrefið fyrir okkur til frelsis? Fyrsta hátíð gyðinga fyrsta skrefið í hjálpræðisferlinu fyrir þig og mig. Fórnar lambinu. Það það allra fyrsta. Þeir komust ekki til Sínaí fjalls fyrir 50 dögum eftir þetta. Og þar með fengu ekki lögmálið eða töflurnar, steintöflurnar fyrir löngu seinna. Þér ekki bjargað af því sem gerist á Sínaí fjalli. Okkur bjargað af lambinu. Svo þeir tóku blóð lambsins, þeir myndu bera það á dyrastafinn og þegar engill dómsins kom og hann sá blóðið, fór hann framhjá. Páskar þýddu að reiði Guðs fór framhjá. Þeir fundu náð. Páskarnir tími fyrir að finna náð. Og þegar Jesús borðaði síðustu kvöldmáltíðina og hann dó á krossinum, þá var það páskavikan. Það sérstaklega nefnt í Lúkas 22:15. Þess vegna Kristur sagði, hjartarlega hef ég þráð að neita þessarar páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Hvaða tími árs var það sem Kristur dó? Það voru páskar. Nú máltíðin sem Jesús borðaði með lærisveinunum var ekki páskamáltíðin. Þetta var eins konar formáltíð. Og það var mjög algengt í undirbúningi fyrir þann hvíldardag sem var að koma. Daginn eftir voru páskar, þegar færa átti fórnina. Þannig að þetta var formáltíð sem hann borðaði með þeim á þessum tíma. Og hvernig vitum við það? Jú, vegna þess að hann dó daginn eftir, krossfestur daginn eftir. Það var þegar lambinu var slátrað í helgidóminum. Nú mjög merkilegt að minnast þess að páskarlambið átti að slátra á milli kvöldana 2 eins og þeir kölluðu það. Ég skal reyna að útskýra það. En gyðingar skiptu deginum upp öðruvísi heldur en við. Þessu ekki bara með öðruvísi dagatal, heldur líka með öðruvísi sólarhring. Við byrjum og endum daginn á miðnætti. Hádegi var hjá þeim kallað fyrsta kvöld. Því sólin færi nú að fara niður frá þeim tímapunkti. Og þegar sólin var sest var það kallað seinna kvöld. Milli 12 og 18 voru fyrsta og annað kvöld. Páskarlambið var slátrað rétt í þessu. Það var klukkan 3 eftir hádegi. Af okkar eins og við teljum tíman. Og það nákvæmlega það sami tími dags þegar Jesú dó. Biblían kallar það 9. stundina
og í íslenskri þýðingu segir nón eða klukkan 3 á okkar tíma. Sem sagt, alveg eins og sagt var fyrir í þessari hátíð páskana hjá Ísraelsmönnum, alveg frá upphafi, þeir slátruðu lambin á nákvæmlega þessum tíma og Kristur dó nákvæmlega á þeim sama tíma. Á sama augnabliki og Jesús á krossinum fyrir utan Jerúsalem og lýsti yfir það fullkomnað og hann andaði sínu síðasta, inn í musturinu rifnaði fortjaldi frá toppi til botns, prestarnir voru að búa sig undir að fórna lambinu og í skelfingu þegar þeir sáu að hið heilaga var afhjúpað og engin örk var þar lengur vegna þess að hún hafi verið falin frá dögum Jeremía. Þá féll hnífurinn úr höndum þeirra og lambið hljóp í burtu. Og Kristur, hann var páskalambið sem dó á þeim tíma. Hann dó nákvæmlega á réttum tíma eins og þessi hátíð, páskar, höfðu alla tíð sagt fyrir klukkan 3. Daniel segir okkur nákvæmlega hvaða ár Kristur skyldi vera krossfestur. Við finnum það í Daniel 9 í því sem kallað 70 vikna spádómurinn. Ég hef ekki tíma til að fara yfir það núna, þessu sem margótt farið í ég útskýra þennan spádóm. En þessi spádómur gefur okkur nákvæmlega hvaða ár þetta skyldi gerast. Og síðan höfum við páskaháttíðina sem segir okkur nákvæmlega hvaða dag þetta skyldi gerast og líka klukkan hvað á þessum degi þetta skyldi gerast. Þetta rættist nákvæmlega eins og sagt hafi verið fyrir. En stöldurum aðeins við hér. Við þurfum að koma auga á Jesú í hátíðunum og ég ætla að rifja upp í fljótu bragði nokkra af skuggunum í Gamla testamentinu og uppfyllinguna í Kristi. Fyrst af öllu, 2. Mósebók 12:3 segir að velja ætti lamb nokkrum dögum áður en það var slátrað. Þeir velja lambið fyrirfram, talsvert á undan. Jesús var fordæmdur af æðstaprestinum nokkrum dögum áður en hann var tekinn af lífi. Þau tóku sig saman og sögðu, þér vitið ekkert og hugsið ekkert það að yður betra að einn maður deyi fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Eins og segir í Jóhannes 11:49. Og þeir kusu að drepa hann. Hann var valinn, alveg eins og lambið var valið. Það átti að setja lambið afsíðis áður en því var fórnað. Og Jesús, áður en hann færði fórn sína, það segir þarna, gekk því ekki lengur meðal gyðinga á almannafæri. Hann fór einsamall, af því hann hafði verið settur afsíðis. Og samkvæmt 2. Mósebók 12:6 þá var páskalambinu slátrað á 14. degi Nissan eða Abib eftir því hvort það var hlaupár. Hann dó nákvæmlega á sama tíma. Jóhannes 18:28 segir okkur það. Lambið var slátrað á milli kvöldana 2 sem var 9. stund gyðinga, 3 á okkar tíma. Jesús dó nákvæmlega á 9. stund og 2. Mósebók 12:8 segir okkur að þeir myndu eta kjötið nóttina brennt í eldi. Lambið átti að fara í gegnum eldin. Og hver var lambið? Það var Jesús. Hann fór í gegnum ofnin fyrir þig og mig, í gegnum eldraunina, ekki raunverulegan ofn. Og ennfremur átti að borða það með beiskum jurtum. Hann drakk hana betru þjáningu, höfnununa sem tilheyrir þér og mér. Og ekki átti að brjóta eitt einasta bein. Þeir brutu bein ræningina til hægri og vinstri, en þeir brutu ekkert af hans beinum. Hann var lýtalaust lamb. Og blóðið það var sett á dyrastafina. Við verðum að bera blóð Krists að hjörtum okkar. Blóð Jesú hreinsar okkur af allir synd, eins og segir í 1. Jónasarbréfi 1:7. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd.
Nú með lambinu var borðað ósýrt brauð og beiskar jurtir. Súrdeig tákn fyrir synd og Kristur var syndlaus, hann var brauð lífsins. Ekkert skjól var veitt nema undir blóðinu, svo við minnumst í frásögninni úr Egyptalandi. Eins höfum við ekkert skjól fyrir komandi dómi nema við erum undir blóði lambsins. Postulasagan 4:12 segir okkur að ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Við lesum það líka í 2. Mósebók 12:43 að engin ókunnugur gat borðað páskalambið. Og Opinberunarbókin tekur undir þetta í 21:12 þar sem segir engin syndari getur tekið þátt í launum hinna réttlátu. Og Jesús sagði að þegar hann kemur mun hann segja hinum týnda, ég þekkti þig ekki. Þú getur ekki verið ókunnugur Jesú og borðað páskalambið. Við þurfum að þekkja hann. Svo þetta voru páskarnir og séðu hvernig öll þessi tákn páskahátíðarinnar rætast í Jesú. Skoðum næstu hátíð. Önnur hátíðin sem var daginn eftir páska var hátíð ósýrðu brauðana. Þú finnur það í 2. Mósebók 34:18. Þú skalt halda hátíðina ósýrðu brauða. 7 daga skaltu eta ósýrð brauð eins og ég hefi boðað þér. Nú oft í Biblíunni súrdeig tákn synd. Það reyndar einn ritningatexti sem að segir að hafðu smá súrdeig í sjálfum þér, en það í allt öðru samhengi. Súrdeig venjulega tákn syndar. Og þú kannski manst eftir því að Biblían talar súrdeig farisea, súrdeig sadúkea og súrdeig Herodesar. Ég held að það sé áhugavert vegna þess að þessi 3 hópar tákna 3 flokka synda. Farisearnir táknuðu réttlæti með verkum og lögmálshyggju. Og Jesús sagði, varist það, blindu leiðtogar þeir síið mýfluguna en svelgið úlfaldan. Nú sadúkear voru yfirlætisamir, vantrúir og húmanistar. Þeir trúðu ekki á anda eða upprisu. En súrdeig Herodesar var veraldarhyggja og yfirlæti. Og hvort sem það fýsn holdsins, fýsn augnanna eða auðafa oflæti, segir Biblían að það ætti að eta ósýrt brauð. Og svo var hátíð ósýrðu brauðana tákn fyrir Krist. Jesús sagði, ég brauðið sem kom niður af himni. Og hann ólst upp án syndar. Ósýrður sem sagt. Hann sá eini sem lifir án þess að synga. Þannig uppfyllir hann þessa hátíð þar sem hann hið ósýrða brauð. Og eins og ég var að segja, þessi hátíð var daginn eftir páska. Og þarna hann var fórnað og síðan var hann þetta brauð daginn eftir. Við förum í næstu hátíð sem frumskeran. Og það var algengt á 14. degi mánaðarins, hvenær sem páskar voru, allt eftir tunglinu. 15. dagurinn var hvíldardagurinn og 16. degi, segir Biblían, morgunin eftir hvíldardaginn hafi uppskeran verið veifuð frammi fyrir drottni. Og hvað gerðist morgunin eftir hvíldardaginn þegar Jesús svaf í gröfinni? Hann reis upp og eftir að hvíldardagurinn var liðinn alla morguns áttu þeir að veifa frumgróða uppskerunni frammi fyrir drottni. Núna þroskast mismunandi ræktun á mismunandi tímum ársins. Þú getur ræktað á veturna og viss korn þroskast á vorin. Á þessum tíma árs sem tími páska myndu þeir byrja að sjá uppskeruna koma upp og þeir myndu bera þetta fram fyrir drottin, það fyrsta af því, og þeir myndu veifa því frammi fyrir drottni. Og það tákn, því að Kristur kallaði frumgróðri dauðra í Biblíunni.
Og það var á 3. degi eftir páskar sem þeir veifuðu þessum frumgróða. Jesús var kornið sem var veifað að morgni eftir hvíldardaginn. Frumgróðunum var veifað frammi fyrir drottni. Og hversu mörg ykkar muna eftir sögunni í Biblíunni þar sem það ekki nægur matur til að fæða fólkið og Jesús fékk lítinn dreng til að koma með nesti sitt og Jesús tók það og það var allt sem hann átti og hann gaf það til Jesú. Og þegar hann gaf allt sem hann átti til Jesú, þá voru 12 körfur eftir. Þannig að við eigum að gefa drottni okkar fyrsta af því sem við eigum. Við ættum ekki að gefa honum afganga okkar. Að þegar þú hugsar með því að gefa drottni afgangana, endar þú einhvern veginn með meira, þá er það hugsun og aftur og bak. Að þegar þú gefur Guði frumgróða þinn og lifir í trú, þá margfaldar hann það sem eftir er. Og þú endar með meira. Nú þegar Kristur dó, alveg eins og þegar alveg eins og þegar korn er ekki borðað en þú lætur það deyja, já þess að sagt, borðar ekki kornið, heldur leifir því að deyja, setur það í jörðina, þá gefur það miklu meiri uppskýru. Þannig að Jesús hann var ekki aðeins frumgróður í dauðra, heldur tók Kristur sem æðsti prestur okkar lítið sýnishorn af uppskýru til himna með honum. Og munið þið eftir að hafa lesið í Matteusarguðspjalli að þegar Kristur dó, hafi orðið mikill jarðskjálfti og margar grafir þeirra sem sváfu hafi opnast og margir líkamir hinna heilugu sem sofnuður voru rísu upp. Og þegar þeir komu út úr gröfum sínum eftir upprisu hans, fóru þeir inn í borgina helgu og birtust mörgum. Svo hverjir voru það sem rísu upp? Fjöldi spámanna, ættfeðra og konunga sem búið höfðu í kringum Jerúsalem. Grafir þeirra opnuðust, en við vitum ekki hverju þetta voru. En þarna í Hebrón standa gyðingar og palestínumenn vörð grafir og gröf Abrahams. Og ég velti því fyrir mér hvort hann sé enn þar. Við vitum það ekki. Margar grafirnar í kringum Jerúsalem, Jóhannes skýrari gæti hafa verið þarna, Jesaja spámaður og Jeremía og fleiri. Og þeir risu upp frá dauðum og fóru inn í borgina og báru vitni að já, Jesús væri Messias. Og þegar Kristur stegu þeir upp með honum, og hann tók það eins og frumgróða uppskýrunar. Og þegar við lesum í Opinberunarbókinni þessa 24 öldunga sem eru í kringum hásætið, hvaðan koma þeir? Ef henni dauður eru sofandi, hvaðan koma þeir þá? Og hvernig komast þeir þangað? Þegar ég veit Elía og ég veit Enok og Móse, en ekki 24. Hvaðan koma þeir? Líklega eru þeir úr þessum hópi frum uppskerunar. Og nú er eitthvað sem mér finnst mjög áhugavert að næsta hátíð, kölluð viknahátíðin, eða betur þekkt sem hvítasunnan, eða Pentekost á ensku. Nú flest okkar, þegar við hugsum hvítasunnuna, hugsum við postulasöguna kapla 2. En í alvöru, fyrsta hvítasunnan var á Sínaífjalli. Þið sjáðu samkvæmt dagatali gyðinga voru 50 dagar eða 7 vikur af 7 dögum eftir páska, sérstakur frídagur. Það gerðist líka þegar þeir stóðu við rætur Sínaífjalls og Guð lýsti yfir sáttmála sínum við þá. Og leyfðu mér að lesa það fyrir þig, það sem segir í 3. Mósebók 23:16. Til næsta dags eftir 7. hvíldardaginn skuluð þeir telja 50 daga. Þá skuluð þeir færa drottni nýja matfórn. Og hvers konar matfórn? Nýtt korn. Og hvað er fræ eða brauð táknum í Biblíunni? Það er orð Guðs. Guð talaði í fyrsta sinn á þann hátt að þjóðin heyrði. Þeir sáu skýið, eldstólpinn hans var þar, nærvera hans var á fjallinu, það var skjálfti, það var kröftug reynsla og hann talaði við þá sáttmála sinn.
það gamli sáttmálinn. Nú, hvað gerðist í Nýja testamentinu? 50 dögum eftir páska, þegar Jesús dó. Guð hristi staðinn þar sem þeir voru. Þeir fylltust heilögum anda, það var eldur, ekki á fjallinu reyndar, heldur á höfði þeirra. Og þeir töluðu orð Guðs af krafti og þeir boðuðu nýja sáttmálan, nákvæmlega 50 dögum síðar. Það var tími til að virkja nýja sáttmálan. Þannig var þetta gefið hvítasunnuna. Og hvítasunnan var eina pílagríma hátíðunum, eins og ég var að tala um á áðan. Það skiptir máli hér, því að þú manst að það segir í Postulasögunni 2. kafla að í Jerúsalem bjuggu guðræknir menn af hverri þjóð undir himninum og þeir komu allir og söfnuðu saman frammi fyrir drottni á þeim tíma, en það var þetta slík hátíð sem þeir áttu að safna saman. Því þetta var svona pílagríma hátíð. Þannig að þetta voru fyrstu 4 hátíðirnar sem voru vorhátíðir, þó svo að hvítasunnan hafi verið talsvert, eða sem sagt 50 dögum seinna. Hinar voru allar sama tíma eiginlega. Og hversu margar hátíðir eru þær sem við finnum hér í 3. Mósebók? Það er alls 7 helstu hátíðirnar. Nú, eitt sem mér fannst mjög merkilegt er að faðirvorið hefur líka 7 atriði. Og þessum 7 hátíðum er skipt upp í 4 og 3. Faðirvorið er skipt upp í 4 og 3 hluta. Fyrstu 3 hlutarnir eru helgist þitt nafn, ríki þitt, vilji þinn. Og síðustu 4 bænirnar eru fæð okkur, fyrirgef okkur, leið okkur og frelsa okkur. Og það eru 3 sem beinast að Guði og 4 sem beinast að okkur og náunga okkar. Og þessum hátíðum var skipt á sama hátt. Það fannst mér merkileg hugsun. Nú, eftir að þú ferð frá hvítasunnu sumarið, þá kemstu að upphafi þess að þeir kalla borgarlegt ár. Og það var þekkt sem hátíð lúðra. Þeir þekktu ekki hina dæmigerðu lúðra, þar sem þú fékkst einhvern sem að hélt á lúðri með 3 fingrum eða jafnvel silfurlúðrunum sem þeir blésu í musterinu. Þeir áttu þennan sérstaka sjófar, sem þeir kölluðu. Það var mislangt hrútshorn og það varaði þá við því að nýtt ár var að hefjast og það var líka að segja þeim að dómstími væri að koma. Nú, þegar þú hugsar lúðra sem blása í Biblíunni, þá gerist ýmislegt. Reyndar er ritning í Sálmi 81:4 sem segir okkur að þeir blésu í lúðurinn bæði við trúarleg og borgarleg tilefni. Þeyti lúðurinn á tunglkomu dögum við tunglfylling á hátíðisdegi vorum. Nú, nýtt tungl var í byrjun mánaðarins, það var tímamörk. Fullt tungl var þegar að páskar voru, hátíðisdagurinn. Lúðurinn átti að tilkynna eitthvað merkilegt var að gerast. Og eftir að hafa lesið þetta í Gamla testamentinu, hvað gerðu þeir áður en þeir fóru inn í fyrirheitnarlandið á dögum Jósúa? Áður en Ísraelsmenn fóru yfir, sendu þeir her yfir og sá her sendi prestana og þá gengu borgina, Jeríkó, með sáttmálsörkina og þeir þekktu 7 lúðra. Og lokum þegar múrar Jeríkó féllu var merki þess að þeir hefðu fengið aðgang að fyrirheitnarlandinu. Svo lúðra hátíðin á gyðingaárinu er að tákna fyrir okkur að óvininum verður refsað. Hindranir þeirra eru að falla. Við verðum dæmd og við verðum að búa okkur undir að fara inn í fyrirheitnarlandið. Ekki aðeins sjáum við að það er satt hér í Gamla testamentinu. 7 lúðrar sem prestarnir voru að blása. Heyrirðu 7 lúðra einhvers staðar í Opinberunarbókinni? Hvenær blása þessi 7 lúðrar? Nú, sumir telja að eina merking básúnanna 7 í Opinberunarbókinni sé þessi sögulega túlkun, að þetta sé atburðir sem hafa verið að gerast allt síðan á dögum Krists.
En ég trúi því líka að það sé slík söguleg uppfylling á þessum lúðrum, en ég trúi líka að þú munir sjá hraða uppfyllingu, lokatíma uppfyllingu þessara 7 lúðra. Að það verði blásið aftur í lúðrana og það verður dómur á óvinum fólks Guðs rétt áður en Jesú kemur. Og ég trúi því að margir þessara spádóma hafi tvöfalda merkingu. Svo lúðrahátíðin var tími í 7. mánuðinum. Það er 7. trúarmánuðurinn, samkvæmt trúarlega dagatalinu. 1. dagur mánuðarins, það var hvíldadagur, minnisvarði lúðrablástur, heilug samkoma. Nú Biblían segir að upprissan muni eiga sér stað þannig. Við lesum í 1. Korintubréfi 15:52, í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og hrútur var fórn, það var í gegnum hrútahornið. Hrútur táknar líka Krist. Því hvað var það sem að Abraham notaði í stað Ísaks sem fórn? Það var hrútur. Og hvað táknar horn í Biblíunni? Horn táknar kraft. Horn var styrkleika tákn fyrir þetta hirðingjafólk. Nú hefur þú einhvern tíma séð fjallageitur stanga hvorn annan. Það er virkilega tilkomið mikil sjón og ekki að reyna það sjálfur. Og ég held ég hafi heyrt einhvers staðar að fólki sem smíðar fótboltahjálma hafi rannsakað hauskúpur fjallasauða til að komast að því hvernig þau geta slegið höfðunum svona saman án þess að fá heilaskaða. Og þau reyndu að komast að því hvernig þeir héldu heilanum á sínum stað. Þannig að hrútshorn eru mjög sterk. Það er tákn styrk. Og það er að tala styrk Krists og fórn hans sem gefur þennan boðskap. Og þetta var viðvörun boðskapur, það var ákall til tilbeiðslu og það var viðvörun dóm, viðvörun stríð. Og þá fáum við 7. hátíðina sem var friðþægingadagurinn eða Day of Atonement á ensku. Þetta var hátíð sem snerist hreinsun á nokkrum hópum. Það var tími þegar að helgidómurinn var hreinsaður. Prestdæmi var hreinsað. Fyrsta fórnin af 2 var fórn sem færð var handa Aroni og sonum hans. Þeir voru hreinsaðir af syndu sínum áður en þeir fóru inn fyrir fólkið. Þannig að þetta var ekki aðeins hreinsun Arons, heldur var þetta hreinsun á helgidóminum og ennfremur það átti að tákna hreinsun fólksins. Nú höfðu þeir þessa þjónustu þar sem þeir myndu velja ekki aðeins naut til að hreinsa Aron og syni hans, heldur 2 geitur einnig. Og þeir myndu varpa hlutkisti, þeir myndu velja eina af þessum geitum. Annari geitinni var fórnað, það var geit drottins. Hinn geitin var Asazel eða blórabökull eins og ég hef kallað hann og við höfum öll talað blórabökull að það þýðir að hann tekur á sig sökina. En venjulega segjum við varðandi blórabökull að við höldum að einhver taki á sig þá sök sem hann á ekki skilið. En þessi blórabökull táknar djöfulinn og hann á þetta alveg skilið. Ég myndi segja ykkur miklu meira Asazel blórabökullin annað kvöld, þar sem ég ætla að taka hann alveg sérstaklega fyrir annað kvöld. Að margir hugsa að sá eini sem ber synd í Biblíunni drottinn, en það er ekki satt. Hugsaðu það, hver ber synd þína ef þú samþykkir ekki Jesú? Sérhver maður fær laun eftir verkum sínum. Er einhver sem ber Satans synd? Nei. Og þessi hugmynd að sá eini sem beri synd í Biblíunni sé drottinn er algjörlega óbiblíuleg. Og við munum sjá það miklu betur annað kvöld. Drottinn veitir fyrirgefningu fyrir alla sem vilja samþykkja það, en þeir sem gera það ekki, þeir munu þjást fyrir eigin syndir. Og hver mun að lokum brenna dag og nótt í eldíkinu, vegna þess að hann hefur komið þessu öll á stað, þessu hræðilega klúðri. Það er Lúsifer.
Meira að segja í ritum gyðinga skildu þeir að þessi geit var djöfullinn og þeir myndu hreinsa helgidóminn af syndum fólksins sem hafði verið geymt þar allt árið. Fólki var að búa sig undir að standa hreint frammi fyrir drottni. Það var tími föstu til að útrýma syndinni. Geit drottins var drepinn og þeir myndu taka þennan blóraböggul og senda hann út í eyðimörkina með manni sem til þess ferðabúinn. Og gyðingaritin segja okkur að hann myndi sparka honum fram af kletti því að þessi geit ef hún kæmi aftur, það var slæmur fyrirboði. Eitthvað annað sem ég las, það sem ekki í Biblíunni, það í ritum gyðinga, að þeir voru vanir að taka skarlat dúk og þeir myndu helminginn af honum, þeir bundu helminginn af honum hálsinn af blórabögglinum og hluti var bundinn eitt hornið á altarinn í helgidóminum. Og eftir að blórabögglunum var hrint fram af bjargbrúnni, halda þeir því fram að ef þeim yrði fyrirgefið myndi hann kvikna. Og hér það áhugaverða að þeir segja að það hafi alltaf gerst. Og eftir að blórabögglunum var tekin að lífi hafi dúkurinn, hluti hans sem enn var í helgidóminu, farið úr rauðum í hvítan á undraverðan hátt. Og það segir einnig að þetta hafi hætti að gerast 40 árum áður en musturinn var eyðilagt. Hætti að vera hvítt. Og hvenær dó Jesú? Hann dó 40 árum áður en musturinn var eyðilagt. Og þetta í ritum gyðinga. Og þú veltir því fyrir þér hvers vegna þeir segja ekki, hvers vegna höfum við ekki tekið eftir þessum tengslum. Og Kristur hann allt í helgidóminum og þegar horfir á tjaldbúðina þá Jesús fórnin, hann geit drottins, Jesús presturinn, það blóðið hans sem boðið upp á, lampinn táknar ljósis, Jesús ljós heimsins, það brauð, Jesús brauðið sem kom niður á himni, æðsti presturinn myndi veifa þessu reykelsi sem tákn fyrir fyrirbænir, það í Jesú nafni sem við byggjum og þá ertu komið með sáttmálsörkina með þessum steinum með boðurum 10, Kristur hann kletturinn og náðasætið á lokinu. Allt þetta að segja okkur frá Jesú. Svo ekki aðeins hátíð fröðþingadagsins heldur helgidómurinn algjörlega að hrópa til okkar að viðurkenna Jesú sem Messías. Og þá það síðasta hátíðin sem laufskalahátíðin og þetta var mjög spennandi tími. Gyðingar vorum hirðingjaþjóð og eins og hirðingjar til að þú myndist pílagrímaferðar þinnar eyðimörkina að tókstu einhvað skref til þess að gera það og hvað gerur það ef þú ert gyðingur þú býrð í tjaldi og ætlar að muna eftir pílagrímsferði þinni. Það að búa í skála úr laufum og það það sem þeir myndu gera. Þeir myndu veifa pálmum frammi fyrir drottni sem sigur merki. Það var síðasta hátíð ársins þeir gerðu þessa skála. Og í 7 daga flutti fólkið að heiman og bjó í bráðabirgðaskálum. Þetta var eins og tjaldfundur og til minningar ferð þeirra í eyðimörkinni í 40 ár. Greinarnar voru skornar niður af pálmum og viði og öðrum trjám og veifa til fagnaðar frammi fyrir drottniði á þessari 7 daga föstu. Það var tími til að minnast ráðstöfunar Guðs. Að þegar þeir voru í þessum búðum, þá útvegaði Guð þeim mat þeirra á yfirnáttúrulegan hátt. Útvegaði þeim líka vatn úr steini. Og það var áminning nærveru Guðs vegna þess að Guð var í skála. Guð var í tjaldbúð. Salómon byggði varanlegt fallegt musteri síðar, en á undan því var Guð í tjaldi. Og þetta sagði Davíð konungur, drottinn, það ekki við hæfi, sjá ég bý í höll af setrusviði, en örk Guðs býr undir tjalddúk. Og svo þegar þeir komu saman í skálum var það áminningum að Guð bjó hjá þeim í tjaldi. Hann tjaldaði með okkur.
Hljómar það ekki svolítið eins og Opinberunarbókin þegar hann segir að tjaldbúð Guðs sé meðal mannana. Og þeir munu kalla hann Immanuel, Guð með oss. Og svo að þessari laufskarlahátíð var það til að minna þá á ráðstöfum Guðs, leiðsögn Guðs, nærveru hans, að hann væri fús til að búa hjá þeim, að hann myndi sjá þá. Á laufskarlahátíðinni stóð Jesús upp og þú getur lesið í Jóhannesarguðspjalli 7:38. Allir gyðingar eru saman komnir á þessari hátíð. Þetta var ein af pílagrímshátíðinum og hann stóð upp og sagði: Sá sem trúir á mig, frá hjarta hans munu renna læki lifandi vass, eins og ritningi segir, og hann beið til hátíðarinnar með því að segja þetta, af því að það var siður gyðingaprestana að þeir tóku vatn úr lindinni þar í Jerúsalem og helltu því út fyrir drottin. Og það myndi renna niður Kítróndalinn. Og það var til að minna það á hvernig Guð hafði með yfirnáttúrulegum hætti látið vatn koma upp úr steini sem myndi svalast þorsta þeirra í þurrka eyðimerkurinnar. Og svo heyra þeir þessa rödd bergmála út í helgidóminum: Ef nokkur þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Jesús var kletturinn sem vatn kom úr, sem uppfyldi neyð þeirra í eyðimörkinni. Hann var stöðugt í gegnum þjónustu sína að reyna að benda á hátíðirnar og hjálpa þeim að sjá hann í öllum hátíðunum. Hann var hið ósýrða brauð, hann var páskalambið, hann tjaldbúðin, við erum í Kristi, hann æðsti presturinn og í gegnum alla þessa hátíð sjáum við Jesú. Og Jóhannes vísar til Krists í hátíðunum tífalt oftar en hinir guðspjalla höfundarnir. Hann kom auga á þennan sannleik að Jesús var uppfylling alls, ekki bara hluta, heldur líka uppfylling í tíma. Hann var uppfylling alls þessa. Nú hér er stóra spurningin, og þú átt eftir að lenda í þessu. Hvað gerum við með hátíðirnar í dag? Eigum við að halda þær hátíðlegar og ef svo að hvað miklu leyti og hvernig? Núna er til mjög einlægt fólks og ég efast ekki einlægni þess og ég skil rökfræði þeirra og ég hef heyrt öll rökin og ég hef kynnt mér þetta ítarlega sjálfur. En ef þú ætlar að halda hvíldardaginn, hvers vegna ekki að halda hinar gyðingahátíðirnar? Og hversu mörg ykkar hafa hitt fólk sem trúir á að halda alla gyðingahátíðirnar? En í fyrsta lagi þá er munur á 7. deginum, hvíldardeginum og hátíðum, það er nokkur 1000 ára munur, þar á milli. Og það er engin synd þegar Guð stoppsetti hvíldardaginn. Það er hluti af hans fullkominni áætlun að hafa hvíldardaginn. Hátíðirnar komu vegna syndar, þær voru skuggar. Hvíldardagurinn er vikuleg hringrás, helgudagur, hátíðirnar eru dagsetningar. Biblían segir okkur í Kólussubréfinu að þessir helgudagar séu negldir á krossinn. Nú áður en ég fer þangað vil ég deila öðru atriði með þér. Hátíðirnar komu ekki fram fyrr en gyðingar voru til og þeir voru gefnar gyðingaþjóðinni. En hverjum var hvíldardagurinn gefinn? Jesús sagði: hvíldardagurinn var gerður fyrir mannin. Adam og Eva í upphafi rétt eftir brúðkaupið á hvíldardeginum. Þau eru sköpuð á 7. degi, næsta dag var hvíldardagur hjá drottni. Svo hvað er gyðingur og hver er gyðingur í dag? Hverjir eru andlegir Ísraelsmenn? Við þurfum að vita hverjir gyðingar eru til að vita hvernig á að halda hátíðirnar. Og tökum eftir þessu, bjargar Guð gyðingum á einhvern sérstakann hátt í dag umfram kristna, eða segir Biblían að núna í Kristi er hvorki gyðingur né heiðingi. Og það er óvinsæll sannleikur sem ég er að deila með ykkur hér. Það er þessi guðfræði þarna úti, að Guð hafi einhvern sérstaka hilli fyrir gyðinga og hann er að bjarga þeim og þeir eru í raun uppfylling spádóma og þeir blinda sig algjörlega á þessum spádómum. Nú, gyðingar eru enn mjög mikilvægir fyrir drottin en ekki mikilvægari en andlegi gyðingar. Því ef þú ert líkamlegu gyðingur og þú hafnar Jesú, hefur þú þá eitthvað meira vægi hjá drottni eða sérstaka stöðu fram yfir aðra sem taka við Jesú?
Um, Jóhannes skýrari sagði við gyðinga sem komu: heldur að þú hafir sérstaka verðleika fyrir það að vera afkomandi Abrahams? Guð er fær að reisa upp börn Abrahams af þessum steinum. Og hér er fleira, Galatabréfið 3:7. Þess sjáu þá að þeir sem byggja á trúnni, þeir eru einmitt synir Abrahams. Þeir sem trúa á Krist, þeir eru börn Abrahams. Og Galatabréfið 3:29. En ef þér tilheyrir Kristi, þá eru þeir niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Öll fyrirheitin í Biblíunni tilheyra okkur. Við erum andleg Ísrael, en þú verður að vera Ísrael til að vera hólpin. Guð, hann gerði aldrei hjálpræði sáttmála við heiðingja. Hann gerir aðeins hjálpræði sáttmála við gyðinga. Nýji sáttmálinn er aðeins gerður við gyðinga og við vitum öll að við erum hólpin á grundvelli nýja sáttmálans. Við getum lesið það hér í Hebreabréfinu 8:8, þar sem segir: sjá, dagar koma, segir Drottinn, ég mun gjöra nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda. Nú, hvar gerir Guð frelsandi sáttmáli við heiðingjana? Hann gerir það hvergi. Svo nema þú skilir þennan sannleika að vera andlegur Ísrael, þá ekkert hægt að bjarga þér. Þú verður að vera andlegur gyðingur, annars engin sáttmáli fyrir þig. Og Rómverjabréfið 2:25-26 segir: umskurn er gagnleg ef þú heldur lögmálið, en ef þú brýtur lögmálið umskurn þín orðin að engu. Og ef því umskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metinn sem umskorinn væri? Þetta kannski erfitt að skilja þetta allt saman, en það þýðir að fólk sem ekki bókstaflegir gyðingar, ef það heldur sannleikanum, jafnvel þó að það sé líkamlega ekki gyðingar, þá það talið til þeirra sem eru ættleitir. Þeir eru græddir inn, byggt á trú. Það það sem Páll er að segja í Rómverjabréfinu 2:29. En sá gyðingur sem það hið innra eða líkamlega, og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstír hans ekki af mönnum, heldur frá Guði. Þannig við þurfum öll að hafa umskurn sem táknar umskurn á holdlegu eðli okkar. Að vera leidd af andanum en ekki á holdinu. Við þurfum að hafa þá skuldbindingu í hjartanu. Guð ætlar ekki að bjarga fólki út frá einhverju líkamlegum einkennum eða eiginleikum. Hann frelsar okkur á grundvelli trúar eiginleika. Og Rómverjabréfið 9:6 segir: ekki eru allir þeir Ísraelsmenn sem af Ísrael eru komnir. Og einnig í Rómverjabréfinu 9:8: ekki eru líkamlegir afkomendur hans Guðsbörn, heldur teljast fyrirheitsbörnin sannir niðjar. Og við getum haldið svona áfram lengi. Nú, eftir að hafa sagt það, ef við erum andlegi gyðingar, hvernig höldum við það hátíðir gyðinga? Höldum við það líkamlega eða andlega? Eftir að fara í gegnum þetta allt til að útskýra að við séum andlegi gyðingar, ættum við núna að halda hátíðirnar líkamlega. Í fyrsta lagi eru 3 hátíðir pílagrímshátíðir. Þeir áttu að safna saman í musturinn í Jerúsalem. Hvernig ættum við að gera það í dag, því það ekki til lengur? En musteri til staðar? Já, þú ert musteri Guðs. Eigum við að halda þessar hátíðir andlega? Já, við getum gert það í dag. Svo fyrir mig að fara aftur að drepa lamb afneitun Krists. Og til að reyna að halda hátíðir eins og gyðingarnir gerðu, ef þú vilt fara í útilegu og fá pálmatré og koma þig fyrir þar, þá það allt í lagi. Ég hef ekkert á móti neinum sem vil halda upp á þetta þannig. Reyndar það sem Biblía talar í Rómverjabréfinu 14:5, þar sem Páll segir: einn gjörir mun á dögum en annar metur alla daga jafna, en sérhver hafi örugga sannfæringu í huga sínum. Ekki dæma bróður þinn sem gerir það ekki.
Og þess vegna segir líka í Kólussubréfinu 2:16-17, enginn skyldi því dæma þeir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti, en líkaminn er Krists. Það er verið að tala um hátíðisdaga gyðinga, ekki 7. daginn, hvíldardaginn. Þið gerir það ekki skrítið þegar við lifum núna á tímum þar sem að Kristur er uppfylling allra þessara skugga. Hvers vegna myndið þú vilja halda áfram að knúsa skuggan? Það er nánast afneitun á veruleika Krists. Af hverju myndir þú hanga í skugganum í stað þess að vera í raunveruleikanum? Og alla þessar hátíðisdagar, segir Biblían, voru þarna til að benda okkur á Krist. En nú er Kristur kominn, fræið er komið. Er eitthvað fyrir okkur að læra þessar hátíðum? Já, það er eiga að hjálpa okkur að þekkja Jesú. Það eru allar að benda okkur á Jesú. Loka texti minn hér í kvöld, Jóhannesar Guðspjall 12, 20 og 21. Það fær mig til að hugsa um þessar sögur í Biblíunni. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra, þeir fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaidu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesú. Þeir komu til veislunar, en hvað vildu þeir sjá þar? Þeir vildu sjá Jesú. Og þegar þú finnur Jesú, hefur veislan ekki lengur tilgang. Hann er uppfylling þess. Þú þarft ekki að halda áfram að kissa myndina þegar einstaklingurinn er fyrir fram að þig. Þú þarft ekki að halda áfram að knúsa myndina þegar raunveruleikinn, lifandi manneskja, er fyrir fram að þig. Og Kristur er persónan sem allt þetta benti til. Er það ekki góðar fréttir? Og það ætti að vera bæn okkar að við sjáum Jesú í öllu þessum hátíðum og öllu þessum táknum. Þannig vil ég enda þetta í kvöld. Þakka ykkur fyrir að hlusta.